Komið sælur og blessaðir, kæru hrútar. Lesturinn ykkar að þessu sinni verður bara stuttur og skýr. Við ætlum aðeins að tjekka á næstu 2 vikum cirka. 2 vikum og athuga svona hvað í gangi hjá ykkur. Ég ætla að nota 2 gerðir af Golden Dawn spilum þetta sinn og hérna Gateway spilin. Þá bara hefjum við lesturinn. Sjáum hvað er í gangi hjá hrútunum. Já, kæru hrútar. Ég veit að jólin er að koma og allt það sem þeim fylgir, jákvætt og neikvætt. Það er aðvörun hérna til ykkar að festast ekki of í efnishyggjunni. Njóta jólana, já, í gegnum skilningavitin, með hjartanu, en allt í hófi, samt sem áður. Varast hérna óhóf, það er eiginlega svona það sem er verið að tala hér. Og það er ekki smart að láta sig bara gossa í pyttinn, ég veit ekki alveg hvernig ég á að orða þetta. Einhver vonbrigði hafa valdið því að þið eru svolítið tæpir, kæru hrútar, varðandi efnishyggjuna, varðandi neysluna, og allt sem ég get sagt er bara allt er best í hófi. Það er ykkar eigin hugur sem að svona stjórnar hlutunum og hann getur verið stýrt mann í rétta átt, hann getur líka verið harður húsbóndi og haldið manni svolítið föngnum. Þannig að reyniði frekar að taka æðruleysið á þetta ef að hlutirnir verða erfiðir. Og jólin eru jú fyrst og fremst hátíð barnanna, gleymið því ekki. Og börnin eru hreinskilin og þau eru einlæg og það þarf lítið til að gleðja þau. Barnshjarta biður ekkert mikið, það biður skilning, það biður samveru og það biður öryggi. Þannig að ef það eru börn í kringu þig, hafðu það þá í huga fyrst og fremst að sinna þeim og að gera það þá á þann hátt að það sé ekki endilega í gegnum efnislega hluti, heldur í gegnum það að vera til staðar. Við tökum hérna nokkur spil til viðbótar. Já, hrútar góðir, það er mikill eldur hér á ferðinni sem er jú ykkar element, mikill kraftur í gangi og sumir ykkar ætlið alveg að taka hlutina með trompi næstu daga.
Einhverju þurfa kannski að drífa hlutina áfram. Ef til vill eru það bara þið í ykkar umhverfi. Stærsti sigurinn sem þið getið unnið næstu daga er í raun og veru bara að sigrast á svolítið sjálfum ykkur og ykkar hvötum. Gangið hægt gleðina dyr. Ég sé samt stöðuleika hérna varðandi fjármálahliðina og þið hafið svona tendens til að svolítið að taka, eða hvað ég segja, færast of mikið í fang. Það er smá svona áminning það hérna til ykkar líka. Að ætla að gera allt á stuttum tíma. Það koma dagar eftir þessa daga, þessa jóladaga. Ef til vill eru þið líka bara svolítið að klára að binda einhverja lausa enda. Þess vegna sem ykkur liggur svolítið á. Annars er hrúturinn stundum í þessari stöðu að honum liggur svolítið á og fer dálítið með hausinn á undan sér oft á tíðum. Já, ok. Ég ætla ekki að endurtaka mig hérna, þetta er svolítið bara inntakið í ykkar lestri þar sem ég er búin að segja. Svo fáið ég hérna aukaspilið. Þar eru skilaboð að heila fortíðina. Ok. Það sem ég fæ með þessu er það að þessi svona hamagangur á næstunni í kringum jólin er ef til vill einhverju gamlir siðir eða gamlar venjur sem að þið hafið tekið með ykkur inn í nútíðina, inn í þá stöðu sem þið eru í dag. Það er í ykkar valdi hvort að þið viljið breyta því og heila þar með fortíðina og stíga bara inn í framtíðina með þeim hraða sem að hendar ykkur og ykkar nánustu en ekki kannski hraðanum sem að þótti bestur hér áður fyrr. Rólin, róli heita jól. Sem sagt, jólin voru og eru ekkert alltaf róli heita tími hjá fólki eins og væri samt óskandi. Margir fara offari. Ef til vill var það ykkar reynsla í fortíðinni eða þið fylgdust með fólki í kringum ykkur fara offari. Það má líka vera að jólin ykkar hafi í einhverjum tilfellum einkennst af neyslu og fíkn og þar með talið drykkju og svona ofgnótt á öllum sviðum. Þetta hefur kannski ekki skapað ykkur beint jákvæðar minningar. Þannig að það að heila fortíðina er í raun og veru ykkar leið til að kannski að reyna að taka það jákvæða út úr henni og reyna að breyta hlutunum fyrir næstu kynslóð, ef til vill börnin ykkar eða framtíðina og skapa nýja siði sem eru ekki markaðir af þessu óhófi og þessum miklu sveiflum, vil ég segja. Ok, svo mörg voru þau orð.
Gangi ykkur vel, kæri hrútar, ljós og kærleikur.